þess að hafa skilgreiningar sem sagt og einingar, rifja upp einingar og hafa þær réttar, skrifa þær réttar á prófi. Það var mjög gott að fara í þetta skjal hérna sem undir töflur og skilgreiningar tákna, og þegar þið smellið á þennan líka hérna sem við búin að opna fyrir, þá fáið þið fram þetta blað hérna. Hérna hafið þið öll þessi hugtök sem að þið lærðuð í hérna rafmagnsfræði 2, sem sagt í D-áfanganum. En það er bara gott að hafa lista yfir þetta og þannig að þið ruglist ekki á neinu eins og hérna sjálfsbannsstöðlinn stóra R og svo framvegis. Og hérna líka varðandi einingarnar á aflinu. Það er mjög mikilvægt að hafa það alltaf rétt, sem þetta í raunaflið P, það er stórt höfuðtaf, og Q-ið, það er launaflið, það er volt ampere reaktív, litla R-ið þarna, og stórt S, það er sýndaraflið, og einingin við það volt ampere. Á þessu blaði þá hafið þið útskýringar hérna á þessu öllu saman, þannig að þið séu með þetta alveg á hreinu, þessi formúlutáknin og einingarnar. Og eins sem sagt að við köllum raunaflsstöðulinn sem sagt kosinus phi, það er náttúrulega engin eining á honum, raunaflsstöðulnum. Það er talan sem er 0, eitthvað, getur orðið stærst 1, sem sagt, þess að talan í raunaflsstöðulinn getur orðið bara 1. Og passið ykkur á því að ekki taka kosinus af mjög lágri tölu, sem sagt 0,1, ekki taka kosinus aftur af kosinus 2. Ég sé það svo ofta að fólk að gera þessi mistök. Passið ykkur á því. Og sem sagt að taka þá kosinus af gráðum, eitthvað 30 eitthvað gráðu, það er eðlilegt til dæmis að einhverjum gráðu fjölda, og sinusinn af einhverjum gráðum en ekki af einhverjum 0,1 tölupunkti. Þannig að ef þeir taka sem sagt eitthvað sinusfall eða kosinus af einhverju mjög lágri tölu, þá er viðvörunarmerki. Og þannig að þið vitið þá að þessu blaði, og þá hérna skulum við skoða hérna fleira varðandi það að við okkur fyrir þetta próf, og hérna er þá æfingapróf 1 sem við skulum hérna skoða núna. Ég ætla að gefa ykkur tíma til þess að hérna fara í gegnum það, og svo förum við yfir það á eftir. Hérna, svo sjá. Hérna við þá næsta á þessu. Þetta er ekki alveg, já, ég bætti við aðeins inn í þetta skjal vektoramyndanum sem ég var að teikna. Þannig að það er vantað inn í skjalið sem er inn á innunni, þessi opna fyrir það. Það er hérna alveg hér. Það er hérna. Og þá hafum við allt með vektoramyndirnar, sko. Og þá erum við hérna með fyrstu spurninguna, að ef rafali hefur 60 gráðu póldeilingu, þá hefur hann, ef við skoðum hérna, nú hafið þið ekki aðgang að þessu í prófinu, en ef það er 60 gráðu póldeiling, þá er hann með 6 póla eða 3 pólpör, eftir því hvað er spurt En eða gefið upp, sem sagt. Þá hérna í þessu dæmi þá er hérna
talað hér 6 póla og þá það náttúrulega rétt svar, skilur. En ef það kæmi fram hérna 3 pól pör, þá það hins vegar rétta svarið, skilur. Þannig að þá það í rauninni rétt. Ok. Síðan næsta spurning hérna. Hve margar rafmagnsgráður mynda rafal í einum snúningi ef hann hefur 2 pólpör? Og sem sagt, þetta hægt að reikna út. Sem sagt, við sjáum bara, við getum notað pólpörin og margfalda hérna og þá fáum við þetta út og bara æfir ykkur á því að reikna á milli þessara stærða hérna. Og ef við erum með 2 pólpör, þá gefur okkur, einn snúningur gefur okkur þá 720 gráður, rafmagnsgráður. Þannig að þá hérna merkum við í það. Þetta ekkert að verjast fyrir ykkur þannig. Þið hérna áttu ykkur á þessu að reikna á milli. Ekki? Skoðið þetta bara og hérna æfið ykkur á því. Bara á milli hérna og prófa að reikna þetta út rólega. Þá sjáum við hvernig þetta breytist eftir því sem að rafalnir verða stærri, fleiri pólar í þeim, þá breytast þessar stærri. Allt í lagi. Hérna síðan í 1.3 þá spurning hér eða setning þegar talað að reiðstraumsrafali sé samfasa vél, þá átt við sem sagt að þegar við erum með svona fasta póla, sem sagt eins og hérna eru bara pólar sem eru fastir á pólhjólinu, þá snúningshraðinn alveg í samræmi, þá tíðnin alveg í samræmi við snúningshraðann. Það í rauninni það sem að vera að fiska eftir hérna. Það að tíðnin sé í samræmi við snúningshraðann. Voru ekki öll með þetta rétt? Jú, ok. Einhver spurning var alltaf þetta, var einhver að svara þessu einhvern veginn öðruvísi? Nei, ok. Heyrðu, þá má ég þá bara halda áfram. Allt í góðu. Hvernig eru sleiturhringjalausir rafalar segulmagnaðir? Þess að ef við erum með sleiturhringjalausa rafala, þá getum við skoðað aðeins myndina hérna á í hérna stuðningshettinu sem þið hafið aðgangað. Sem sagt, hér excitostator, hér eru rafseglar í húsinu. Sem sagt, þetta hringur sem fastur í húsinu og hér fer segulöflun rafalans fram, sem sagt, við sendum segulöflunarstraum inn á þessar spólur, þannig að segulöflun fer fram í húsi rafalans með segulspólum í húsi rafalans. Þannig er svarið, já, með segulsviði frá segulpólum í húsi rafalans. Þetta sem sagt þegar við erum með sleiturhringjalausan rafal, þá þetta aðferð. Voru allir með þetta rétt? Nei. Þetta ekki kannski svo einfalt. Við erum ekki búin að skoða kannski rafala nógu oft til átt okkur á því hvernig við erum að svara þessu. Af því að sko síseglarnir eru ekki í húsinu. Nú sjá, hvar eru síseglarnir? Ok, síseglarnir eru hérna á endanum. Þeir eru að snúast á fullu á ásnum, sem sagt, með pólhjólinu þessars. Þannig að þeir eru ekki fastir í húsinu. Þannig að þetta svar ekki rétt. Með segulsviði frá sambyggðum jafnstraumsrafala, það engin jafnstraumsrafali inn í
sko riststraumsrafala. Þetta eru í rauninni 3 riststraumsrafalar inn í svona slitningarlausu rafala. Þannig að það er ekkert hérna jafnstraumsrafala ræða. Og síðan með segulsviði frá ástengdum jafnstraumsrafala, þá erum við ekki með slitningarlausan rafala, þá værum við með kol og slitningi. Þannig að þetta svar er algjörlega út í hött. Þetta er ekki slitningilaus rafala. Síðasta. Ok, svaraði þetta spurningum. Við erum að læra þetta á svo miklum hraða, við þurfum aðeins að staldra við og hugsa málið. Þá er næsta hérna, heitin, sem sagt álagi. Hvað erum við þá að tala um þegar við segjum álag? Við erum að tala um raunálag, sem sagt völd. Er jafnað á milli rafa sem tengur í sömu samtennum með því að stilla óskgildi hraða afljar. Þá erum við að breyta aflinu á kannski því sem við olíugjöfin, sem sagt breyta olíugjöfinni til þess að jafna raunálagi á milli. Við vorum að breyta raunálagi með því að auka strauminn inn á jöfnströmsmótorinn sem við vorum með þarna inni. Þannig gerðum við það. En þetta sem sagt, þannig vorum við að stilla óskgildi á hraða afljaraunar sem við vorum með. Ef að væri spurt hérna launafl, sem sagt launálagi, Q, eða kílóvoltampere reaktív, hverju myndið þið þá svara? Sem sagt, þá eru raflögn að framleiða mismunandi straum. Hvað voru þið þá að stilla? Jú, þá vorum við að stilla segulmögnunar straum. Ef að væri spurt launálag, Q sem er kílóvoltampere reaktív, KVAR eða VAR, að þá er það að stilla strauminn inn á kólhjólið. Það er segulmögnunarstrauminn. Þá erum við að jafna launálagi á milli rafa. Ok, hitt er bara eitthvað út í hött hérna. Ok, næsta spurning 1.6. Ef þriggja-fasa rafali er þríhyrningstengdur, hvernig er þríhyrningstengingin? Hún er, ég var með hérna, það er alltaf gott að rissa mynda þessu, ég bara er kannski ekki með mynd akkord núna. Þá erum við að tala um svo þess mismun á milli fasastraum og aðalstraum. Þá er fasastraumurinn, það er aðalstraumurinn deilt með rótinu af 3. Það voru allir með þetta rétt, var það ekki? Jú. Gott mál. Ef að hefði verið talað hérna stjörnutengingu, hvað hefði þá verið rétt að svara? Þannig að vera ofan. Já, þannig að rétt fyrir ofan. Að fasastraumurinn er sami og aðalstraumurinn. Það er í stjörnum. Ok. Svo gæti líka verið spurt spennurnar og þá hérna, þá erum við með það verður á hreinu að í þríhyrningstengingu með spennu þá er sama aðalspenna og fasaspenna í þríhyrningstengingu. En fasaspenna í stjörnutengingu er aðalspenna deilt með rótina 3. Ef að væri spurt spennu. En hérna er spurt straum. Ok, skoðið þetta, rifið þetta upp fyrir prófið. Ok, svo er 1.7. Tengur þið ekki út þarna 38 gráður, rúmar. Þess að það er hægt að reikna þetta út á annan hátt, það er hægt að finna út fyrst sýndaraflið og reikna svo
bara kósinus-phi út frá því og gráðurnar. En það líka hægt að nota tangjungsregluna eins og það gert hérna. Það bara að þið hafi notið ákveðna aðferð sem þið eru vön að nota kannski eða örugg með og þannig að það átta rétt út. Hvernig gekk þetta? Var þetta allt í lagi? Fenguð þið þennan straum? 924 ampere. Já, hérna þá myndin. Og þá það liðið 1,8 og þá álagi minnkað niður í 400 kW og straumurinn mælist 850 ampere og við höfum að reikna fasvikið. Þannig að þá það fasvikið sem þurfum að reikna út og við getum notað raunafsformúluna þriggja fasa til þess að einangra þá fósfí. Og þá setjum við 400 kW hérna og deilum með spennunni. Hún var í hinu dæminu sem sagt, í 1,7 og rótaði 3 og straumurinn þá hérna 800 ampere. Þá fáum við fósfí 0,679 og segjum kósinus fyrsta af 0,679 býtum við. Er ég að gera einhverja villast hérna? Er það villast? Bara raungtala? Bara raungtala? Já, en þetta þá rétt horn. Gráðan rétt? Gráðan rétt? Ok, já. Ég þarf bara að leiða þetta hérna. 679. Svona. Og þá kannski einhverjir að skrifa þetta niður. En sem sagt, þá vektormyndin hérna, sem kannski ég ná henni hérna með. Svona. Þá þetta 47 gráður hérna. Hornið phi sama sem 47 gráður ætti að standa hérna. Ég held það ekki alveg strax inn. Og hér þá raunstraumurinn. Við myndum þá skrifa tölugitinn hér. Launstraumurinn. Heildarstraumurinn gefum hérna á þarna. Þá förum við í næsta lið. Það sem sagt ef álagi eða ef álag P sem sagt raunálag á rafala 18 kW. Þá allt á fasa. Það sem sagt ef við deilum með 3 í 18 þá fáum við fasa. Heildaraflið fasa þrefalt fasa. Fasaaflið sinnum 3. Ok. Og þá það næst samfössun. Hvaða 3 skilyrði þarf að uppfylla fyrir samfössun? Að sama spenna sé á rafala á samteinum, að spennurnar hafi sömu tíðni og rétta augnablikið sé valið til þessi klassísku 3 atriði. Ok, svo það 4.2. Útskýrðu hvað gerist og hvaða vörn verður virk ef snúningshraði rafala sem á að fasa á netið örlítið minni en samsvarar tíðninni á netinu þegar fasa saman við netið. Þannig að aðeins og hægur að þá leysir rafalarofinn út vegna þess að backupsvörnin verður virk
ef nægjanlegt bakafl kemur til að virkja hana og tíminn er nægilega langur. Þetta eru kannski mismunandi eftir stærðum rafala, hvort þetta er innan við sekúndu eða eitthvað svoleiðis, eða hvort þetta er einhverjar sekúndur. En rafalinn hann fer að taka ramann af netinu Já. og Þá virkar bakaflsvörnin, já. Þannig að hún slæðir út. Já, hún slæðir út rafalann. Einfaldara að bakaflsvörnin slær rafalanum út. Það segja það líka þannig. Það er í rauninni rafalega rofinn, hann fer út. Þetta er stutta svarið. Bakaflsvörnin slær rafalanum út. Næsta. Þið ekki komin með það? 4.3. Lýstu hvað ljós-dimmtenging hefur fram yfir dimmatengingu í samtalsvörn. Það er sem sagt, við sjáum betur á ljós-dimmutengingunni hvenær rétta augnablikið er að nálgast. Það er það sem að sem að ræður því að ljósdimmatengingin er yfirleitt alltaf í öllum samfélagstöflum. Við fáum miklu betur á tilfinninguna hvenær augnablikið er að koma. Og svo náttúrulega sjáum við það á samfélagsskjáni hvenær rétt augnablikið er. En þetta er svona ástæðan fyrir því að ljósdimmatengingin er alltaf í gangi. En svo breytum við kannski yfir í dimmatengingu til þess að tjekka á að það sé rétt fasaröð ef það koma nýjir rafali inn á þetta eða við erum að fá rafala úr viðgerð. Þá tekkum við á fasaröð. En þetta er bara kosturinn sem að ljósdimmatengingin hefur fram yfir dimmatengingunni þegar við erum að fasa saman. Síðasta spurningin. Hvers vegna þarf meiri segulmagnastraum við spanálag heldur en raunálag? Þetta er vegna sáðurspyrnunar að launstraumurinn í spanálagi vinnur á móti seglu pólhjólsins. Og ég að svara þessu svona. Hérna fyrir aftan er þá formúlublað sem að ætti að hjálpa ykkur til þess að reikna þetta og svo er líka hérna formúlublað með vektormyndum, hvernig teiknum við vektormyndunar og ég hugsa að það ætti þá að duga ef allir fá þetta og kannski líka ef við myndum hafa með hérna þetta blað hér með hugtökum þannig að við séum með þetta alveg á hreinu sem sagt einingarnar og hvað þýðir þannig að við séum þetta að ruglast á ef það er talað um afl eða raunafl, hvað er P og hvað er launafl, það er Q, einingin volt aggregativ og sýndaraflið er volt andafl.
það þá sem sagt stærsta stærðin alltaf í vektormyndinu sem sagt S. Og já, það sjáðu hérna eins og þið þekkið þetta hérna að S-ið alltaf stærsta stærðin, voltampere einingin, sjáðu hérna P það kilowött og síðan Q-ið það kilovoltampere reaktív. Endilega passið ykkur á því að hafa þetta rétt líka. Og af hverju erum við með svona lengri línu hérna og í raunstrauminn hérna í straumvektormyndinni? Jú, vegna þess að það engin fasamunur milli raunstraumsins og spennunar. Raunstraumurinn fylgir alveg spennunni. Þess vegna spennan viðmiðunin hérna á x-ásnum. Já, og svo raunstraumurinn hér og hittastraumurinn hérna. Og fasvikið merkjum við hérna á milli raunstraumsins og hittastraumsins. Ok? Þetta var svona það helsta sem ég vildi fara í gegnum með ykkur með varðandi atriði fyrir prófið á föstudaginn. Og svo ætlum við að líta yfir hvað voru við komin langt í dæmunum. Einhver sem getur hjálpað mér með það. Að það bara rétt að renna yfir að hvað við erum að gera hérna í þessum dæmum. Sem sagt, hér þriggja-fasa skipsrafali, hann veltur 2 megavoltampere sýndaraflið og spennan 440 volt, tíðnin 60 lit. Við eigum að reikna málstraum rafalans. Þá týnum til allt sem við þurfum til þess. Við þurfum sem sagt sýndaraflið og spennuna og reiknum út frá sýndaraflsformúlunni. Segjum að straumurinn sama að segja sýndaraflið deilt með setjum siga hérna rótina 3 og spennunni. Þú myndi setja þetta inn á einu til að vera til aftur próf? Já, ég skal hérna athuga það. Þannig að ég hafi þetta líka þar. Ég held að ég sé með lausnirnar. Þannig að þið getið rennt yfir það. Hve mikið raunafl síðan framleiðir rafmagn við 3/4 straumlestum ef að raunaflsstöðin 0,8. Og þá setjum við það bara beint inn í formúlu fyrir raunaflið og við deilum eða sem sagt minkum strauminn niður í 3/4 sem þá 1968 ampere. Þá setjum við það inn í þessa raunaflsformúlu hérna. Það rótina 3 sinnum spennan 440 volt sinnum þessi 3/4 af straumnum 1968 ampere sinnum 0,8 sem raunaflsstöðullinn. Passið ykkur að ekki taka aftur kósinus af svona lágri tölu. Þá er að gera litlu. Ég var við að það gerðist eitthvað svoleiðis síðast. Og hérna þannig að þá fáið að raunaflið sem verið að framleiða þá 1,2 megavött eða 1200 kilowött. Og síðan hvert launafl rafalans með álagið í litlu. Og þá þurfum við að breyta, þá notum við sem sagt sínusinn á horninu til þess að reikna út launálagið. Og við vitum kósinustöluna, hún 0,8. Þá getum við breytt því yfir í hornið, 36,87 gráður, og breyta því þess að taka þá sínusinn af því hornið og þá fáum við 0,6 sem launaflsstöðu, eða sínus af horninu. Þá erum við með sama straumálag, það rótina 3 sinnum spennan 440 volt, sinnum 168 ampere, sinnum 0,6. Þá fáum við 900 kilovolt ampere reaktív, litla r.
Og hvert er svo sýndarafl rafalans miðað við álagið í B? Og þá er það bara rótin af 3 sinnum spennan sinnum þessi straum sem við vorum með. Og þetta er þá 1,5 megavolt-ampere. Og svo bara aftur, við þurftum að reikna út hornið á það, en síðan þarf bara að sýna þá útreikninga hérna í vélinu. Hérna höfum við dæmi 26 og við höfum nokkra mínútur í það. Við höfum með rafala í Blönduvirkjun. Það eru 3 rafalar þar. Við erum með 11 kV spennu frá rafalanum. Það er framlega þetta 50 á landstækningarnetið. Síðan fyrir ákveðna keyrslu skilar hver rafali 50 megavöttum. Ég minni að þetta sé hámarkið sem hvert getur gefið frá sér. Hvert er sýndarafl rafalanna miðað við afstöðu 0,8? Já. Þetta var svolítið sérstök spurning. Því að sýndaraflið sem sagt, já, af því að það er gefið upp hérna vöttin er gefið. Þess vegna þurfum að reikna út sýndarafl og vita raunafstöðu. Akkúrat. Já, þá notum við sem sagt í rauninni já, hérna þetta er rauninni hérna hornafalla, eða sem sagt, já, við erum að reikna út með hornaföllum hérna. Við deilum með kósinspí til þess að finna út sýndaraflið. Þetta er rauninni að venjulega þá erum við með þessa formúlu hérna. Við skoðum þessa formúlu aðeins hérna. Hún er aftast hérna í prófinu. Við erum með hana hvað erum við með þessa formúlu hérna? Já, hérna erum við með hana. Við erum yfirleitt með hana í þessu formi hérna. Það segir við hérna, kósinspí er P deilt með S. Nú vantar okkur S. Þá þurfum við að víxla hérna kóspí og S. Þá segir við S er sama sem P deilt með kóspí. Hvað er það sem við erum að gera hérna? S er sama P deilt með kóspí. Og þá sjáum við erum með 50 megavött, það er 6,5 já, deilt með 0,8. Það er hlöðum. Og þá fáum við að sýndaraflið við þessar aðstæður með þennan hlöð er þá 62,5 megavolt-ampere í einum rafala. Ok, síðan B, reikna málstraum hvers rafala. Og þá erum við með sýndaraflið hérna og getum nota sýndaraflsformúla til þess að reikna strauminn. Straumurinn er þá sýndaraflið og þá notum við spennuna og rótina 3. Sýndaraflið deilt með sví opnast, rótina 3 sinnum U, sví lokast og þá fáum við hérna munið að spennan hún er 11 kV, það er svakalega há. Og við fáum hérna 3,28 kV eða 3280,4 ampere. Þetta er mikill straumur. Þetta eru sveri karlar. Við vorum með svona karlar hérna upp á hillunni, það er búið að taka eitthvað. Allavega að þetta er mikill straumur já og síðan í C-lið þá höfum við að reikna sýndarafl eins rafala með hálfa straumleiðslu. Okay. Helmingurinn af þessari tölu hérna er þá hér. Helmingurinn af 3280 er þá 1640 ampere. Okay. Þá reiknum við sýndaraflið, rótina 3 sinnum spennan sem er 11 kV og
sunnan þessi straumur, 1640 ampere, og það er þá 31,23 megawatt ampere. Síðan hefur að reikna raunafl eins rafala miðað við hálfa framleiðslu og afstöðunin er 0,76 og þá er það raunaflsformúlan, eða raunafl eða afl, þá er það P og þá er það rótin af 3, spennan 11 kW sinnum 1640 ampere sinnum 0,76 raunafstöðunin, þá fáum við 23,75 megawatt. Í eðli þá að reikna launafl eins rafala meðan við síðasta lið, þá þurfum við að athuga hvað er þessi afstöð, þessar margar gráður. Það er þá 40,5 gráður og þá setjum við kósi mínus fyrsta af 0,76 og svo tökum við sínusinn af þessu hotni, sínusinn af 40,558 og það er 0,6499 eða 0,65 og þá getum við reiknað út kúið, þá erum við með þennan stöðu hérna. Þá við gætum líka að setja inn staðan fyrir að skrifa 0,6499 og gætum við sagt við þetta sinnum sínusinn af 40,5358. Það er náttúrulega sama, skiljið. En það bara, ég líka ágætt að finna þetta út fyrst og setja þetta inn. Þið verður bara að koma einhver upp aðferð sem að þið pottið gerir engin mistök í. Okay? Og þá segjum við sem sagt, þetta er þriggjapressa, þannig að við notum þremur, sinnum spennan, 11 kW, sinnum straumurinn, 1640 ampere og sinnum sínusinn af hotninu sem er 0,6499 og þá fáum við 20,31 megawatt ampere reaktív, launafl. Og þá erum við búin að fara yfir öll dæmin sem við erum að fara yfir fyrir prófið sem við ráðum.